Já, Jóli, sigur á móti Haugum í gær, varstu ekki þokkalega sáttur við þennan leik? Jú, þetta var alltaf lagi. Svona styrkur að vera að spila ekkert svakalega vel og ná 3 sigri. Það er jákvæmt. Mark, það er gott. Já, það er mjög gott. Fyrsta markið mitt á árinu. Aldrei liðið af langur tíma á þess að skora. Það er gott að skora þegar maður er frammi. Það var ekki svona auðveldara að vera ekki að skora meðan liðið var alltaf að vinna á sama tíma? Jú, klárlega. Ég þarf ekkert að skora ef liðið er að vinna leikina. Þannig að það er ekki spurning. Svona fyrir auðvitað markaskorun, heldur að vera sáttu við þína framistöðu? Já, þokkalega. En þá undirbúið simpil en nóg eftir sem við getum bætt og laga. Hver og einn og liðið í heild. Það var alltaf að, nóg að vera í fyrri hálfleiki í þessum leik í gær. Já, þetta var opinn leikur. Varnirnar ekkert að verjast neitt svakalega vel. Ekki verið að opnir og í gær síðustu leikjum. Svolítið opið í gær, svolítið reytingslegt hjá okkur. En við lögum það bara fyrir næsta leik og komum þéttari. Þetta er mikilvægt að vera þéttir á móti KR. Gaman að fá Daniel og lækjunni inn í þetta? Það er mjög gott. Kemur með breiddin í hópinn og svona nýja takta. Svo má orðið komast. Skemmtilega tækni sem hann er með. Næsti leikur, það er KR aftur. Já, það er bara gaman. Ég held að þið séu það verður gaman bara að mæta þeim aftur. Þeir vita alveg við hverju þið búast núna. Þannig að þeir verður örugglega aðeins erfiðari núna, myndi ég halda bara. En það er gaman að lemja þess á þeim. Þeir hljóta að mæta þarna til leiks ákveðnið því að hefna ófarana í úrslitaleiknum? Já, ég held að það hljóta að vera. Þannig að þetta er mjög skrítið sko. Við erum náttúrulega bara tilbúin að mæta því og það væri ógeðslega gaman að vinna þá aftur. Hvetur Breiðhyltinga til að mæta, það er tvíhöfði fyrir Breiðhyltinga, svo held ég þessi IR Kári á eftir, þannig að það er veisla. Það er algjör fótbolta veisla, smá upphitun fyrir árshátíðina á laugardaginn.